Já, þú getur fengið lán hjá spænska banka sem Íslendingur. Þú getur fengið alltaf 70% lán til alltaf 30 ára. Allir okkar viðskiptavinir fá þessa þjónustu frí, hún bara innifalin í okkar þjónustu. Eins bjóðum við líka upp á að gera bráðabirgða lánshæfismat fyrir okkar viðskiptavini sem eru ekki búin að ákveða hvaða háa fasteign þau vilja kaupa sér. Við viljum fá að vita hvað get ég keypt hátt, hvað get ég fengið hátt lán og þá er það svona fljótara ferli, fá svona bráðabirgða mat og þá vitið þið með allar upplýsingar á borðinu hvað þið getið leyft ykkur. Sko, við höfum alltaf verið að mæla frekar með því að kaupa nýjar eignir eða þá allavega nýlegar. Undanfarin ár hefur orðið sem sagt rosa mikið breyting hérna á Spáni þegar það kemur að öllum reglum og eftirliti með nýbyggingum og öll einangrun þegar kemur að orkunýtingu, hljóðeinangrun og bara almenn gæði orðin miklu meiri en hérna áður fyrr. Þannig að nýjar eignir eru almennt alltaf helmingjum ódýrari í rekstri alveg kemur að vatns- og rafmagnsnotkun og einmitt mun betri í endursölu. En það er samt líka eitt sem þessar nýju eignir hafa umfram allar hinnar. Það er það að þú hefur oft hálft ár, 1 ár eða 1,5 ár til þess að aðlaga húsið að þér, hafa öðruvísi flísar og efnisval, auka innstungur og alls konar. Og einmitt að oft þá hentar það rosa vel fyrir mann þegar maður er að kaupa húsið fram í tíman, að þú hefur þarna þetta hálfa ár, 1 ár, 1,5 ár til þess að skipuleggja þig áður en við förum í afsal og við tökum lánið. Það kemur allt í endan. Heilbrigðiskerfið á Costa Blanca og bara ef við segjum bara á Spáni er æðislegt. Ég hef alveg reynslu af því að vera sjúklingur eða aðstandandi sjúklings á Íslandi og líka hérna á Spáni. Hérna getur bæði þá valið þú hefur 2 kosti að velja. Þú getur farið í hið opinbera kerfi sem að Íslendingar eiga rétt á. Þeir eiga rétt á því sem að þeir væru Spánverjar eða Evrópubúar, meðlimir Evrópusambandsins. Þeir geta verið hérna í alltaf 6 mánuði á ári og öll þessi réttindi. Ef þetta vera lengur þá þurfum við að skrá okkur sérstaklega og við getum leiðbeint ykkur með það. En kostur númer 2 er að kaupa sér einkatryggingar og inn í þeim tryggingum þá geturðu alltaf farið á spítala eða fengið læknisþjónustu með svo til engum fyrirvara og fengið allar rannsóknir inn í því og það er á mjög viðráðanlegu verði. Ef ég á að segja eins og þá er þær mánaðarlegu tryggingar ódýrara heldur en að fara bara í eina röntgenmyndatöku á Íslandi. Sko, það er talsverður munur, enda eru þetta ólík lönd með mismunandi venjur og hefðir. Einn stór munur til dæmis er það kemur að opinberum gjöldum, það kemur að sköttum. Fasteignagjöld hér eru til dæmis brot af því sem þau eru á Íslandi, en á sama tíma þá greiðir hér 10% skatt við kaup á eign. Annað sem er ólíkt að það er að vinnan fyrir aftan hverja sölu, þegar kemur að opinberu skriffinnsku er miklu meira enn á Íslandi. Og að svo er líka það að við erum að gera hérna miklu meira en eingöngu að selja þér hús. Við erum að skaffa þér lán, við erum að aðstoða við að bara aðlagast Spáni, koma inn í heilbrigðiskerfið, skólakerfið og allt saman. Þannig að það er mjög mikilvægt að þegar maður er að hugleiða því að kaupa hús á Spáni, þó að sé til að búa hérna eða sem fjárfesting er bara til að koma í frí, að það er að maður sé með góðan fasteignasala sem er með öll leyfi á Spáni, með allar tryggingar og líka að hann tali spænsku. Bara til dæmis í öllum samningum og allt saman, eina sem hefur eitthvað lagalegt gildi, það er allt sem er á spænsku. Dæmis, þú getur ímyndaðir ef þú ætlaðir að fara að
kaupa upp hús á Íslandi af segjum til dæmis Spánverja sem er ekki með leyfi á Íslandi og er ekki með réttindi á Íslandi og kann ekki íslensku.